Komið öll sem er sæl og blessuð. Ég langar að koma á framfæri hvort að einhverjir hafa áhuga á þessu sem ég hef áhuga á. Það er að vera að vinna með 3D grafík í við. Og til þess nota ég vél sem ég er með hérna og smíðaði sjálfur. Ég vil á okkur að sjá þetta. Þetta er vélin sem ég smíðaði. Hún getur tekið efni sem er 600 á þvermál og 900 á lengdina, en síðan er hægt að hafa það lengra með því að fara með það í gegn. Þetta er fræsari, vaskkeldur fræsari. Hérna er stjórnboxi fyrir fræsaran, hérna niðri. Það lítur svona út. Svo er ég hérna með höfuðbúnað. Þetta er forritið sem ég nota til að stjórna vélinni. Þetta heitir Mach 3 og er ansi öflugt forrit sem er hægt að fá á netinu. Það sem ég hef verið að gera undanfarið, það er hérna ýmislegt. Ég hef búin að vera að gera hérna svona íþróttamerki fyrir ýmsa aðila, klukkur, brauðbretti með innlegi og margt fleira. Hérna er efni sem ég á til. Þetta er efni sem ég nota í þessa mynd sem ég er að fara að gera núna. Og eins og þið sjáu þá er ég bara inn í bílskúrnum með þetta. Ég er með ryksugu tengda við þetta, þannig að það fari ekki strik út um allt. Þetta er verkefni sem ég var að gera núna síðast. Nú er það tilbúið til málingu sem að vinur minn ætlar að mála eina ben. Mér langar að sýna ykkur hvaða leið ég fór fyrir að búa til þessa mynd af hérna galska aðvitunum. Ég fór hérna inn á ChatGPT. Hérna það er sæll, hvað get ég hjálpað þér í dag, spyr hann. Ég segi, mér langar að spyrja þig hvort við getum fundið góða hugmynd með galskavita ef ég sendi þér mynd og hugmynd hvað við getum sett eitthvað upp til að fræsa. Þetta er mjög góð hugmynd, segir hann. Galskaviti er geggjað efni. Svo förum við á stað. Ég sendi honum inn þessa mynd, þessa mynd hefði ég viljað fræsa, sem lítur svona út. Við höldum áfram, hann kemur hérna í einhverja sýnishorn og stærðin á að vera 700 x 500. Ok, hann kemur hérna ennþá með svona einhverja vita hugmyndir. En þá höldum við áfram og hérna kemur hann. Ég reyndi að spyrja hann, er hægt að setja þannig að Snæfellsjökull sjáist vel í bakgrunni. Þá kemur hann hérna með svona Snæfellsjökulsmyndir hérna til að skoða. Ok, við samþykkjum það. En þá kemur hann með hugmyndir hérna. Hann með hugmyndir. Ég spjallum hérna. Ég er landskip, það er fínt. Þarna kemur hann ennþá með myndir svona sem hugmynd. Og ennþá kemur hann með hugmyndir. Svo nú þarf ég samþykki frá þig, við breytum einhverju að við klára þetta í fæl. Stærri, minni jökull, meira haf, stærri, bæta texta eða halda. Ok, svona getum við teiknað mynd fyrir svo ég sjá þig. Svo kemur hann með sketsu hérna. Þetta er sketsu sem við göngum út frá. Ok. Aftur byrði hann að setja mynd og þá kemur hann með þessa hérna. Þetta er hann að setja saman. Mér líst ágætlega á þetta. Það eru 2 reyndar hérna.
Getum sett þannig að það sé meiri sjávarhæð að grjótið vitinu í ýmis eitt verið betri á ímynd 2. Þá kemur hann með þessa hérna mynd. Þetta er það sem mér líst bara best á. Síðan spyrum, kemst Arnarsteppi fyrir á myndinni? Bara svona til hlutur. Hættur kemur Arnarsteppi. Hérna er ákveðin að setja Arnarsteppa niður. En ég líst nú ekkert á hann þarna og þetta reyðir ekki myndinni frekar hann að gera eitthvað. Nei, þetta er ekki nógu gott, segi ég. Æja, við höldum áfram. Og kemur hann með þessa hérna, mjög klín. Þessi, svo kemur hann með hérna aðra útgáfu. Ég er ekki alveg sáttur við þetta. Og ég beði hann að hafa meira í þessum stíl. Ok, hann endar með að koma þessa hérna. Þessi vitin á að vera meira ferhyrndur. Og hann svarar því, og þá kemur þessi hérna. Ég líst vel á það nú með þessi Arnarsteppi hérna, hann á ekkert heima þarna. Ég vil bara losna við hann. Jæja, við höldum áfram. Ég sést alltaf að það ráði á mig sem er fæn málari, sem aftur. Við erum búin að ákveða að við viljum bara halda okkur í þessu formi hérna, eða sem sagt með þetta form hérna, Arnarsteppi farinn. Ég segi meira svona, ekki þessu. Ok, hann fer eitthvað síðan, breytir hann. Þetta er endanleg útkoma, þessi hérna. Mér líst ofsalega vel á þessu. Þessa gæti ég hugsað mér að gera. Og ég ákveði að taka þessu. Ég downloada þessu hérna, í Linux. Set það inn í tölvunni. Við erum búin að ákveða það að vera fyrir að nota þessa. Þá er að færa þetta í 3D. Til þess að gera það, þá förum við hérna í netið og það heitir Sculpt OK Depthmap. Ég set link með okkur í myndbandinu með þetta. Þegar maður kemur hérna inn, þetta er frítt. Til að safna inn í kredit, þá þarf maður að klikka hérna check in. Fyrir hvern dag, þá kemur 10+ kredit, rennur út eftir 7 daga. Heyrðu, ok, þá skulum við sækja myndina sem við vorum búin að downloada hjá ChatGPT. Hún ætti nú að vera hérna í einhvers staðar hérna. Hérna er hún, þetta er hún. Lótum hana inn. Þetta er myndin. Við stillum þetta þannig að við notum hérna Basic. Og ég nota alltaf þetta hérna, Color Image, hvort sem það er lit eða svart-hvítt. Ég set þetta. Þegar búið er að ákveða þetta, þá er bara að klikka Draw. Þarna er hún að setja upp sem sagt 4 eintök af þessu. Þú getur valið hvort það er. Það kemur fram meiri grafík eftir því sem það verður dekkra. Ég ætla að fara hérna í Nomad Watermark Preview. Hérna segir að það kosti 18 kr. Ok. Hérna er myndin komin inn.
Það er dálítið nasti að vinna með þetta. Þetta er víst vera svolítið á eftir manni. Við getum stakkað þetta með því að skrolla með músinni. Við getum fært allt til hliðar eða upp eða niður með því að klikka á hægri takka á músarinn. Vinstri takki, hann snýrði og breytir. Svona kemur þetta beint inn á kerfið. Við minnkaði þetta til að vera hérna. Þá sjáum við hversu grafíkin er. Hún er ansi djúp og mikil. Mér finnst þetta kannski full mikið. Þannig að ég ætla að fá meira massa á bakvið. Ég ætla að setja þetta í 2 mm. Allavega til að byrja með. Svona. Það má nú reynda að vera alveg þykkra sko. Allt í lagi, við kunum fara hérna í 3. Það er bara til að fá meiri massa í efnið. Núna minnst bara ágætlega á þetta. Við skoðum jökulinn hérna hjá þig. Hann stendur þokkalega út úr. Sjórinn og þetta er allt saman í bylgjulengdum. Steinninn hérna, grjóthleðslan hér. Þá erum við sátt við þetta eins og er. Model scaling er 50%. Ég vil fara með þetta bara alveg í 100. Það var einhver sem sagði það að það væri besta stillíkin og ég geri það bara út af því að hann sagði það. Það er svona grafíki sé öll skýra við það. Svona, þetta er bara fínt svona. Ok. Hérna er ég sáttur við þetta eins og þetta er. En þá er ekkert annað að gera. Það er hægt að hlaða þetta niður sem STL-skrá sem er 3D-skrá. Og við gerum það, klikkum á þetta. Og segjum OK. Hérna er það sem sagt komið í download-skúfuna. Hérna er það. Þú klikka á það og þá fer þess að forritið í gang sem að ég nota til þess að vinna þetta grafíkina í sem að heitir Aspire. Og það er hægt að fá demo-útgáfu af Aspire með því að downloadinni og þá er hægt að gera og leika sér alveg helling í þessu forriti en það er ekki hægt að vista nokkuð skapaðan hlut til að geyma nema þó bara sem demo. Hérna komum við í efnisþykktina, hérna er single-sided job og við vorum að tala að þetta ætti að vera 700 og hér átti það að vera sem sagt 500 þvermálið, hæðin segir og efnisþykktina ætlum við að hafa 30. Og við ætlum að nota sem sagt toppinn á efninu sem að vera 0 punktur á hæðina. Og hérna getum við sett 0 fyrir startið, það er sem sagt alveg vinstra hornið á efninu, hérna neðst vinstra megin. Við fara með þetta í standard, það er allt mikið fljótflökkar í því, en almennt er ég með þetta í hinni upplausninni. Svo segjum við bara OK hér. Við erum búin að setja efnið upp, hvaða er stórt og hvaða er byggt. Og nú þurfum við að flytja þetta inn í forritið og það kemur þó annað svona forrit í gang til þess að stilla það inn á. Við getum sagt að setja það í center, þá fer þetta í miðjuna. Síðan getum við farið hérna bara á set 700 sem á að vera sem sagt stærðin og efnið sem við erum með og við fáum það hérna sem 28 mm þykkt. Við segjum bara apply. Nú er hérna þetta forrit að hrekkja mig, þetta tekur svo mikla vinnslu þannig að ég loka þessu bara út til að hafa vélina svona þokkalega skemmtilega með mér. Og förum við aftur hérna inn. Sko, nú er þetta komið hérna inn. Og við ætlum að setja bara hérna position og import. Við erum sáttið við þetta.
og við viljum fá bara alla þykktina á efninu, eða við getum haft þetta svo sem 18 mm þykkt, sagt import, og við getum alltaf breytt því ef við viljum. Þá er þetta komið hérna inn, eins og þið sjáum. Litinu vefstæðir út, grjótið kemur mjög flott fram, dýptin er alveg skelfilega góð. Sjáu þið. En nú virkar þetta svo þunnt hérna þetta. En það er ekkert mál, við getum alveg lagað það með því að fara hérna í Components. Þetta er efnið og við byrjum bara við þykktina hérna. Við skulum bara fara með þetta í 28. Sjáum bara hvernig það gerir. Þá lókum við þessu. Þetta er ekki hérna. Þetta var þetta shape high. Það var 18. Okay. Og við getum beðið base, það er svo sagt. Það er þá massi, efni. Við getum haft hann 10 mm. Þá fáum við meiri þykkara efni hérna, sjáum við. Við getum áðið alveg þessu. Það er að setja base hérna. Við erum bara að hafa þetta svona. Það held ég að við ekkert afneinn áhrif á grafíkina. Þetta var bara efni sem bættist við undir. Þetta kemur svona út. Og þegar við erum búin að stilla þetta eins og við viljum hafa, þá fer ég yfirleitt hérna í PDI og í verkfæri. Ég yfirleitt dreg hérna ramma utanum myndina, útgerðir myndarinnar hérna. Svona. Þá fæ ég svona rauða línur sem er þess að upplituð og þýðir það að hún er valin. Þessa línu. Ég sýnt ykkur hérna, við tekja hana af. Þá förum við hérna í að gera grófu vinnuna. Förum hérna inn og hún fer yfir efniþykktina. Við erum með 30 mm efni, við erum að byrja hérna í horninu og núllflöturinn hérna efst uppi. Og ég vil hafa hérna koma 2 til þess að vera viss að það verði enginn flatur toppur. Þá er ég búinn að fyrirbyggja það eitthvað flatt, þar sem stendur eitthvað alveg upp á efsta borðinu. Ok, og þetta á að vera 20 mm yfir vinnsluhæðina, segir ég. Svona. Þá gerum við þetta svona. Þá förum við að velja hérna ramma. Hann var hérna. Gott, hérna kom hann fram. Og við veljum hérna selected vector. Þá tökum við, eins og við sjáum hérna í myndinni, þá tökum við bara það sem við veljum. Og ef það verður hringur hérna, þá myndum við bara taka þann hring. Og við skiljum millimetr eftir til þess að hafa sem efni þegar fíni bitinn fyrir yfir þetta. Það sko leið. Við getum að skoða þetta. Nú erum við búin að taka megnið af öllu efninu sem það er, þannig að þið sjáum. Við sjáum hvað það er búin að skera mikið efni burtu. Það er til þess að bitinn fíni sem er, það þurfum ekki að vera að rembast eða tróðast í gegnum allt þetta efni. Og þá lókum við þessu. Þá förum við hérna í finishið, 3D finish. Þar er við með bita sem er sagt paperbalnasbiti. Hann er með þetta halla hérna niður svona, sem er 2,7 gráður og hann er 1,5 í radíus, sem þýðir að það er 30 mm lágotturinn á hann. Og við viljum að hann fari ekki grófar yfir en 0,3, þess að 10% af 3 mm. Ok. Og þegar við erum búin að gera það, þá erum við selected vector hérna og þá kíkjum við hérna aftur hvort hann sé ekki valinn. Nú er hann valinn og þá segjum við bara calculate.
og síðan látið við bara hermurinn ráða. Þá mun þetta líta svona út. Jæja, þá er myndin klár í að fara að byrja á. Búin að plana og gera allt klárt. Svona lítur þetta út. Þetta verður bara fínt. Svona kemur þetta beint úr vélinni. Þannig hliðin á þessu. Kemur þetta svona. Þetta er geggjað. Svo bara eftir að mála. Það var búið að slípa með vírbursta. Síðan er bara að mála, gera klárt. Sjáu hvernig þetta kemur út. Síðan verður þetta málað og þá kemur dýptin ennþá meiri betur fram. Þetta verður geggjað.